Við erum með Baldvin Guðmundsson, fyrrverandi leikmaður Þórs. Svona smá formáli Baldi, þú lékst nú, varst markmaður hjá Þór á þeim árum sem meðal annars að mörgum að meðaldra mönnum í dag myndu kalla eitt besta Þórslið sem við höfum átt, 1984 til 90. Já, það passar. Ég kom hérna inn í árið 84 þegar Þorsteinn Ólafsson var hérna þjálfari og þá var hann markmaður hérna Páll Guðlusson frá Færeyjum. Þá kom ég í engu formi og menn gerðu bara grín að mér þá. Og hérna, ég var nú snöggur að ná mér í form. Tók rúmlega mánuð að ná mér í liði. Komst inn í liði þá og hérna, já, og spilaði alveg. Síðasta árið mitt var 89. Spilaði rúm 6 ár. Baldi, nú var náttúrulega sko, já, kemur inn 84 en 85 var náttúrulega rosalega flott ár. Þið voru eiginlega bara í bullandi séns með að vera Íslandsmeistar alveg þar til bara í lokaumferðinni. Já, umferðunum 2-3. Já, það vantaði lítið upp á Evrópusæti. Minnir að við klúðraði í síðasta leik á móti FH. Þeir voru nú ekki góðir þá og þannig að við áttum alveg góðan séns að vinna þá og gerðum jafntefli held ég í Krikanum. Einhver fyrir þess að kom til dæmis þegar 3 umferðir voru eftir Þórsar að klúðru titilvonu með því að gera jafntefli við Þrótt. Já, við vorum sorglega nálægt þessu, sorglega. Baldi, nú ertu komin hérna í tengslum við Liverpool-skólann, svona aðstofamaður eða bílstjóri eða svona heldur utan um þessa ensku pjakka sem komi hérna. Hvernig líst þér nú á svæði þegar þú svona lítur um öxl? Þetta var nú ekki svona þegar þú varst að spila í hjá okkur. Nei, síðast ég man eftir þá var ég nú að vinna hérna sem smiður í húsinu hérna þegar það var að byggjast upp. Mér finnst þetta alveg orðin frábær aðstæða sko og það er allt að gerast hérna. Fullt af fólki alveg daglega hérna sýnist mér og starfsmenn og flott utanumhald og öllu hérna. Þetta er svona pínlítið hana heldur en gamli sanna völlun og mala völlun hérna niður frá. Já, það er ótt að segja það. Veist að grasið er svona, lætur aðeins bíða eftir sér að vera tilbúið. Við náttúrulega vorum með erfiðan vetur. Já, það er rétt. Það er hægir aðeins á þessu. Segjum við þegar þú kemur svona á gamlar heimaslóðir, ertu búinn að hitta svona marga af þessum nöglum sem þú varst að spila með, svona Nóa og Dóra Ásgeirs og fleirum? Já, ég er búinn að hitta á nokkra. Ég er nú í góðu sambandi alltaf reglulega við Júlla, Tryggva og Dóra og Nóa líka, ég reynir líka að hitta á hann þegar ég kem og svo er Móli hérna og Siggi Páls og ég er nú ekki búinn að hitta mikið fleiri sko en ég kem nú oft hérna kringum pólamótið, þannig að þá hittar maður enn fleiri. Þá náttúrulega kemur öll elítan. Já, það er alltaf gaman að hitta svona fótboltakappa síðan í svona fyrir tíma. Það mæta flestir hérna á pólamót, kringum pólamóti. Sem er Valdin, ert að fylgjast með Pepsi-deildinni svona, ég meina þá bara allan skalan? Já, ég eiginlega ekki geta losna við þetta sko. Mér fannst ég hætti nú að snemma, ég hætti 30 þá út á bakmeiðslum og hef alltaf verið svona mjög nálægt þessu og hef verið að þjálfa síðustu 10 árin sko, markmannsþjálfun. Þessi fótboltabaktería, það náttúrulega ekki hægt að losna við hana, en það hefur kannski ekkert að vera að reyna að leita lækningar á henni. Nei, alls ekki sko. Þetta hangir alltaf yfir manni held ég. Man getur losnað ekkert alveg undan þessu sko. Finnst mér hvernig gengið Þórs hefur verið í sumar? Já, það byrjaði nú ekki vel og kom svona smá kippur í þetta aftur en núna síðasti leikur sem ég sá var kannski svolítið vonbrigði að þeir gáðu þetta á svolítið silfurfati. Það voru samt ekki lakari aðeins í raun og veru? Nei, alls ekki. Valsmenn voru ekkert að spila betur sko. Þórsallir voru fínt spil hjá þeim sko. Þannig að þú er kannski trú á að pæli eftir að ná að hrista það saman aftur? Já, ég alveg trú á þessu. Mér finnst þetta bara góðu kjarni og gott utanum þetta allt og ég hef trú að þeir komið aftur tilbaka. Baldur, nú er stutt í pólamóti, ætlar að kíkja hérna á pólamótshelgina? Ég er ekki búinn að ákveða með en ég ætla að reyna það. Það er alltaf gaman að koma hingað þá. Þetta kitlar? Já, þetta kitlar mjög. Bara að hitta alla þessa stráka sem að spilaði með og á móti og það kitlar alltaf. Nú eru til dæmis fullt af flott skemmtæður, Eyþór Ingi, Eurovision færi verður hérna, þú kannski tekur lagið með honum? Já, ég efast nú það sko. Það er meira til held ég. En mér langar að koma, já.
Baldvin, ég bara þakka kærlega fyrir spjalli og það var gaman að sjá þig og vonandi átti eftir að koma hérna aftur og vonandi á pólumótinu. Já, ég vona það líka. Takk fyrir. Gaman að koma hingað. Þakka þér. Takk.